Góðan dag. Ég heiti Gunnar Björn og er Björnsson. Ég sæki hér með stöðu stærðfræðikennara við nýjan vendikennsluskóla ríkisins. Ég ætla að byrja á því að kynna mína persónulegu hagi. Árið 2007 gerðist margt merkilegt í íslensku þjóðlífi. Það allra merkilegasta gerðist auðvitað 12. ágúst 2007, en þá gifti ég mig yndislegri konu, Theodóru Mýrdal. Ég hef ekki ennþá náð að klúðra því hjónabandi sem að hljóta að vera ágætis meðmæli. Við Dóra, eins og hún er oftast kölluð, eigum saman 3 börn. Andri Þór er 10 ára og Jóhanna Arna er 7 ára. Hér má einmitt sjá mynd af þeim saman, sem var reynda tekin fyrir nokkrum árum. Hér sjáum við aftur á móti yngri mynd af þeim komin á handlegginn á föður sínum. Litla sætabrauðið okkar, hann Árni Birgir, er 10 mánaða og fæddist í febrúar síðastliðnum. Ég fór heldur óhefðbundna leið í mínu námi, en ég er stærðfræðingur að mennt og er með bachelorgráðu frá University of South Africa. Þessi misserin er ég í kennsluréttindanámi, meistaranámi við kennaradeild menntavísindasvið Háskólans og valsviðið mitt er upplýsingatækni og skólastarf. Í sýnidæmi 2 erum við beðin að finna stærð hornsins X. Taktu eftir því að vinstra megin niðri er gefið með sérstöku tákni að línurnar M og N séu samsíða. Gallinn er að hornið X virðist ekki tengjast hinum hornunum með beinum hætti. Auk þess eru engin einslag horn á myndinni þó það séu 2 samsíða línur. Hins vegar bannar okkur ekkert að framleggja línur og fá þannig einslag horn við samsíða línur eins og við gerum hér. Nú höfum við klárlega þríhyrning og við getum fengið 2 horn hans fram beint með því að nota topphornin sem eru gefin á myndinni. Ef við leggjum nú saman 35 gráðu hornið og 25 gráðu hornið þá fáum við 60 gráður og samkvæmt horna sem er þríhyrnings er þá þriðja horn þríhyrningsins 120 gráður. Að lokum notfærum við okkur þá staðreynd að X og 120 gráðu hornið eru grannhorn og því hlýtur X-ið að vera 60 gráður. En hvað er það sem að mér finnst svona spennandi og gagnlegt við vendikennslu? Ég vil hafa nútímalega og nemendamiðuð vinnubrögð að leiðarljósi. Það er mikilvægt að nemendur finna sig í sínu hlutverki. Hlutverk þeirra er jú að læra og við skulum láta nemendur finnast að vera í aðalhlutverki. Fyrirlestrarnir fara heim en heimanámið færum við í kennslustofuna. Nemendur þurfa á skólafélögum og kennarum sínum að halda við verkefnavinnu og stranda oft þegar þeir eru að reyna að baxla við þetta einir heima án stuðnings og eru jafnvel í þeirri stöðu að foreldrar þeirra geta ekkert aðstoðað þá. Nemendur þurfa hins vegar enga hjálp við að hlusta á fyrirlestra aðra en góða námsefnisgerð. Nú skulum við bera saman vendikennslu og hefðbundna beina kennarastýrða kennslu. Nemendur læra strax að sýna mikla virkni í skólastofunum þegar vendikennslan er í gangi, vegna þess að þeir byrja strax í hópavinnu og vinna verkefni þá gjarnan tengt því sem þeir hafa verið að horfa á myndböndum. Í beinni kennarastýrðri kennslu er oft meiri hætta á að nemendur þegi og taki lítið þátt á meðan að kennarinn matar nemendur of mikið. Í vendikennslunni læra nemendur að taka ábyrgð á eigin námi og sýna frumkvæði. Það er meiri hætta á vanvirkni og mötun í beinni kennarastýrðri kennslu. Nemendur ráða hraða og yfirferð sjálfur þegar hlusta á fyrirlestra vendikennslunar í stað þess að kennarinn ráði hraða á yfirferðinni. Það geta komið upp ýmis vandamál þegar allir eru steyptir í sama mótið hvað varðar yfirferð.
Nemendum getur farið að leiðast ef þeim finnst kennari fara hægt í efnið og svo finnst öðrum kannski að þeir vera að drukkna eða þeir hafa ekki undan við að glósa þegar kennarinn fer of hratt yfir. Í vendikennslunni hefur kennarinn meiri tíma til að kynnast nemendum sínum. Það er vegna þess að hann er ekki bundinn að því að nýta kennslustofuna undir langa fyrirlestra. Í hefðbundinni beinni kennara stýrðri kennslu þá er kennarinn oft of upptekinn við að klára fyrirlestur til þess að kynnast nemendum sínum. Í vendikennslu er nægur tími fyrir verkefnavinnu en það þarf ekki að fara yfir neina fyrirlestra í tímum, heldur nægir að svara einn og einni spurningu sem geti komið upp varðandi fyrirlestrana sem voru á myndböndunum. Nú óhjákvæmilega er miklu minni tími til verkefnavinnu í beinni kennarastýrðri kennslu og vandamál eins og félagsleg einangrun og agavandamál minnka í vendikennslu vegna þess að nemandinn nær að horfa á fyrirlestrana á sínum forsendum en ekki forsendum kennarans. Nú hann kynnist félagunum hraðar vegna þess að hann vinnur meira með þeim í kennslustofunni en nemendur týnast frekar og fyllast frekar vanmáttatilfinningu þegar þeir eru í litlu tengslu við námið, eru vanvirkir, þegja kannski og hafa kannski lítið það að segja og ná kannski þeim síður að spegla það hvernig það raunverulega gengur. Nú námsáhugi og námsárangur eru þetta gríðarlega mikilvægt atriði. Aukin virkni leiðir auðvitað til meiri áhuga og meiri árangurs. Hver kannast ekki við að maður uppskeri eins og maður sáir? Nú þörfum einstaklingsins er mætt mun betur þegar nemendur taka sjálfur við stjórninni með auknum sveigjanleika. Þeir geta þá brugðist við því ef þeir þurfa að fara betur yfir eitthvað námsefni með því að punkta hjá sér spurningar og annað sem að koma upp við að horfa á myndböndin. Kennarinn hefur rýmri tíma og aðstöðu til að kynnast nemendum sínum og nemendur kynnast betur innbyrðis. Þetta dregur úr líkum á því að fólki finnist að vera utan gátta og eykur líkurnar á því að flestir finni sig betur félagslega. Nú þegar kennari fær meiri tíma með nemendum sínum og ræði við þá þeirra hugmyndir og skilning á efninu, þá koma ranghugmyndir og mistök nemandana fyrir upp á yfirborðið og því er auðveldara að bregðast við þeim. Þetta hefur allt saman jákvæða áhrif á námsáhuga og námsárangur sem eru þetta frábært. Líðan nemenda er mér ákaflega hugleikin. Það skiptir ofboðslega miklu máli að nemendur líði vel í skólanum og finnist þeir vera að gera eitthvað mikilvægt og finnir sig ekki vanmáttugan eða upplifa minnimáttakennd eða eitthvað þess háttar. Líðan nemenda hefur auðvitað bein áhrif á sjálfsmynd þeirra og árangur. Speglukennsla getur ýtt undir jákvætt andrúmsloft. Það sem ég á við er að það leiðist auðvitað engum vegna of hægrar yfirferðar kennara. Nú finnst hann engum vera drukkna vegna of hraðrar yfirferðar. Þetta er hvort tveggja vegna þess að nemandinn tekur völdin í sínar hendur og stjórnar sinni yfirferð sjálfur heima. Fyrir vikið þá skapast meiri tími fyrir nemendur til þess að kynnast bæði kennaranum og skólafélögunum og einfaldlega vegna þess að gefst meiri tíma til þess að vinna með þessum aðilum. Nú ef að kennarinn hefur meiri tíma og er fljótari að kynnast nemendum sínum, þá er meiri líkur á því að hann uppgötvi vandamál eða einhverja vanlíðan. Hvort sem að kennarinn uppgötva vanlíðan eða nemandinn minnist á hann sjálfur, þá er sér í lagi meiri líkur á því að kennarinn hafi tíma til að sinna því og það er mikilvægt að hann nálgist nemandann á jafnréttis grundvelli og afgreiði málið af hjálpsemi og kærleika. Þannig vil ég starfa. Samskipti við foreldra er eitthvað sem skiptir máli, en það sem skiptir kannski mestu máli varðandi tengsl foreldra
og barnanna að nemendur verða að læra það að þeir bera ábyrgð á sínu námi. Það eru breyttir tímar, börn fara seinna að vinna en tíðkast áður fyrr og þau flytja seinna heiman og allt þetta hefur ýtt undir það að þau kannski fá færri tækifæri til þess að sýna ábyrgð. Þannig að ég held að hlutverk foreldra sé að styðja börnin sín og veita þeim aðhald en ekki að bera ábyrgð á náminu. Nú, ég mun upplýsa foreldrana speglaða kennslu og hvað hún felur í sér með bréfi. Ef agavandamál koma upp, þá eru þau auðvitað á ábyrgð nemandans og þess vegna mun ég ræða fyrstu nemanda undir 4 augu. Nú, ef það ber ekki árangur, þá mun ég hafa samband við foreldra og biðja þá að grípa í taumana í samráði við mig. Nú, viðtalstíman mínir eru það kynntir bæði fyrir foreldrum og nemendum, svo menn getur rætt í raun og veru hvað sem að þeim lægi á hjarta. En aðalatriði eða rauði þráðurinn í minni stefnu að læra að gera nemendur ábyrga fyrir sínu námi og taka þannig ábyrgðina af foreldrum og færa það yfir á börnin, því að börnin læra ekki að höndla ábyrgð nema þeim sé falin ábyrgð. Nú, auðvitað vill maður sýnast mikla fagmennsku í starfi og mögulega unnt. Nú, ég ágætlega menntaður í stærðfræði. Stærðfræði hefur aldrei verið eitthvað aukafag, heldur ég með BS í hreinni stærðfræði. Nú, ég á braut sem heitir upplýsingatækni skólaþróun og þar af leiðandi ætti ég að vera ágætlega menntaður í upplýsingatækni. Nú, þessi mikla áhersla mín á speglaða kennslu finnst mér vera jafnréttisatriði. Það sem ég á við með því að með speglaðri kennslu miklu betur komið til móts við einstaklinginn, sérstaklega fólk með greiningu, þeir sem eru lesblindir, þeir sem get ekki lesið sjálfur fyrir tímana, þeir geta nýtt vídeóvinnsluna. Þannig að markmiðið að skapa lýðræðislegan vinnustað þar sem allir geta komið með athugasemdir og haft sama aðgengi að kennaranum. Og ég tel að kennsla feli í sér ákveðin nám og það sem ég á við með því að hlutverk kennarans sé bæði að miðla upplýsingum og kenna en ekki síst að læra inn á nemendur sína, að kynnast þeim sem einstaklingum, kynnast þeim sem nemendum, kynnast vanköntum þeirra og styrkleikum og geta þannig unnið betur með þeim. Þannig að kennarinn í raun og veru allan tíman að stunda nám þegar hann að kenna. Ég ætla að láta það verða loka orð mín að minnast á það hver fjölbreytileiki mannlífsins sé mikilvægur. Hver nemandi á að fá að blómstra eins og hann á sínum forsendum og því legg ég ofur mikla áherslu á það að kennslan sé einstaklingsmiðuð og þannig fái allt litráið að njóta sín til fulls. Og svo vil ég fá 400.000 í laun og kaffi með mjólk í viðtalinu og með vonum að svo hæfasti verði ráðinn Gunnar Björn Björnsson.